Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 37, held ég? Já, þátt 37 af þessu hlaðvarpi. Í dag ætla ég að reyna að taka upp styttri þátt heldur en síðustu þættir hafa verið, en ég er að fara að vera á miklu ferðalagi næstu komandi daga og vikur og þarf því að undirbúa þessa þætti fyrirfram. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem að er vissulega eitthvað sem að flestir sem að læra tungumál kannast vel við. Og það er þessi laumulega gildra sem að er það að sjá orð á nýju tungumáli sem að líkist orði sem að þú þekkir frá fyrra tungumáli sem þú hefur lært, eins og til dæmis að sjá eitthvað á íslensku sem að líkist mjög mikið ensku orði, en svo eru þýðingar orðana ekkert líkar. Þetta er það sem að heitir í tungumála heiminum false friends. Á íslensku myndi það heita falskir vinir, eða jafnvel til þess að vera með sama bókstafarím, alliteration, þá getur þetta heitið falskir félagar. Það eru þó nokkur orð sem að við höfum bengið af utan, það er að segja frá útlöndum og öðrum tungumálum, sem að við höfum yfir þróun tímans og í gegnum söguna kannski endað á að fara að nota með annarri merkingu í huga heldur en upprunalega tungumálið var með. Þá er stundum spurning hvort tungumálið hefur breyst meira, það er að segja hvort tungumálið endaði á að skipta út merkingu ákveðins orðs fyrir eitthvað annað, en mig grunar að margt af því sé þegar íslenskan hefur fengið að læra eitthvað nýtt utan úr heimi og hefur svo ekki sett rétta merkingu á orðið eða að hún hafi breyst yfir tíma. En ég ætla þá að byrja á að taka nokkur dæmi og fyrsta dæmið sem mér dettur í hug er orðið billjón. Íslenska orðið billjón er ekki orð sem að kemur mjög oft upp, en kemur reglulega fyrir á ensku. Einn af frösum og næstum því máltækjum stjórnmálamanna eins og Bernie Sanders er að tala billions and billions. En hvað er billjón? Eða öllu heldur, hvað er a billion á ensku? A billion er að sjálfsögðu 1000 milljónir, 1000 millions. Og það er eitthvað sem við tölum nokkuð reglulega sérstaklega þegar við tölum mjög auðuga, það má alveg segja menn, þetta eru yfirleitt karlmenn sem að eru svona mikið ríkir, eins og Jeff Bezos, Bill Gates og Elon Musk. Þannig að við værum reglulega að kannski fylja upp þessa tölu, a billion. Og við á Íslandi getum alveg talað þessa hluti líka og til dæmis þessa menn og hvað þeir eiga mikið af dollarum og gert það alveg jafn mikið og maður myndi gera á ensku.
En af hverju segjum við þá billjón svona lítið? Það er vegna þess að við erum með annað orð fyrir 1000 milljónir. Íslenska orðið fyrir 1000 milljónir er 1 milljarður. Milljarður. Mig grunar að þetta sé norrænt orð. Mér finnst eins og ég hafi séð þetta á öðrum málum og þá öðrum nágranna málum íslenskunnar. En orðið billjón er þá til. Og hvað þýðir billjón? Billjón á íslensku er 1000 milljarðar, sem þýðir þá að íslenska billjónin er það sama og enska trillion. Og þetta geti verið mjög villandi og ruglandi. Þess vegna tölum við svona sjaldan billjónir á íslensku, því það eru mjög fáir hlutir sem við getum talað í billjónum eða trillions miðað við milljarðana eða billions. Það eru ekki mörg ríki í heiminum sem eru að velta mörgum billjónum og þá yfirleitt frekar að telja upp eins og ríkiskostnaði í milljörðum frekar en trilljónum. Örfá önnur dæmi. Það er atviksorðið fast, skrifað F-A-S-T. Frekar einfalt, bæði í merkingu og í notkun, og við notum þetta alveg sirka reglulega. En F-A-S-T á ensku er fast, og fast þýðir þá eins og að fara hratt, að vera hraður. Þannig að þarna er mjög einfalt dæmi að sama bókstaflega, the literal orð, þýðir mjög aðskilda hluti á milli enskunnar og íslenskunnar. Íslenska fast myndi þýðast sem stuck, eða jafnvel að gera eitthvað fast, eins og að slá eitthvað fast, to hit something hardly with force. Svo eru til önnur dæmi sem að tengjast kannski menningu hvers lands og ríkis nokkuð beint, og þetta er orð sem ég þarf að skýra út fyrir flestum nemendum mínum þegar þeir byrja að læra orðaforða hjá mér, og það er orðið háskóli. Háskóli. Skóli þýðir að sjálfsögðu school. Það kemur frá sama latneska orði á íslensku og það birtist í enskunni. Og að vera hár er to be high. Þannig að sjálfsögðu er þetta high school. Ekki satt? Jú, bókstaflega, en þýðir orðaparið high school það sama á íslensku og ensku. Það færi eftir því hvernig skólakerfið er uppbyggt á Íslandi miðað við hvernig það er í Bandaríkjunum, þar sem að ég held að high school sé frekar notað til að eiga við þennan aldurshóp og þetta skólaþrep heldur en annar staðar í heiminum eins og í Bretlandi. Á Íslandi er fyrsti háskólinn stofnaður nokkuð seint miðað við aðrar þjóðir í kringum okkur. En þá var það hæsta þrepið innan skólakerfis sem að þú getur farið á. Og þess vegna heitir hann háskóli. Þannig á Íslandi og á íslensku þá er háskóli það sama og enska university en ekki þá high school sem að á við aldurshópin og skólaþrepið sem þú ert í þar til að þú ert 18 ára í Bandaríkjunum. Annað menningartengt orð væri orð eins og húsbóndi. Því að hérna væri kannski hægt að tala hvað það myndi í rauninni þýða
fyrir eins og fjölskyldudýnamík að vera húsbóndi. Ef við tökum íslenska orðið í sundur, þá fáum við orðið hús og orðið bóndi. Hús er house, það er bara vestur indo-evrópskt orð fyrir hús, house. Og bóndi er í rauninni farmer of the house. Já, þetta er örugglega sá sem að rekur heimilið, sá sem að er yfir heimilinu, master of the house. Maður er kannski hægt að kalla þetta þannig að merkingin skilir sér. Husband, að sjálfsögðu er husband eiginmaður, sá maður sem að giftist konu og er þá, á íslenskunni allavega, eign hennar. Hún á hann alveg eins og hann á hana. Þau eiga hvort annað. En hérna birtist feðraveldið mjög greinilega, af því að hérna er hugmyndin að sá sem að rekur heimilið og er yfir því er maðurinn á heimilinu, sá sem er fjölskyldufaðirinn og eigin maðurinn á heimilinu. Það eru til fullt af svona dæmum sem að birtast þegar að við förum að reyna að þýða hugmyndir sem að koma að utan og líka einhverjar sem að hafa þróast í báðum málum í misjafnar áttir. Það eru til listar á netinu þar sem er hægt að skoða þessa fölsku félaga og athuga hvort að maður sé nokkuð að ruglast á þessum orðum, þar sem að maður heldur að maður sé svo viss að orðið þýði það sama og maður heldur, en gerir það svo ekki. Ástæðan fyrir því að mér datt í hug að tala þetta er vegna þess að ég er sjálfur búinn að falla í þessa gildru og er búinn að gera mjög lengi. Ég hef sagt mörgum nemendum mínum frá þessu, en þetta er þá í rauninni villa. Þetta er ákveðið bæjarheiti eða borgarheiti. Íslenskan er með mjög ákveðin borgarheiti fyrir þær borgir sem að Íslendingar hafa ferðast mikið til í gamla daga. Og þegar ég segi í gamla daga, þá er ég að fara alveg aftur á víkingaöld. Við tölum norsku borgina Trondheim sem Þrándheimur. Við tölum London sem Lundúnir. Dublin er Dyflinnir og Venice Feneyjar og kannski síðasta dæmið Copenhagen er Kaupmannahöfn. Það er aðeins léttara að skilja tengingarnar þegar að tungumálin eru mjög lík, eins og með Trondheim og Þrándheimur. Þetta heiti er komið úr gömlu norrænunni sem að þróaðist í að verða aðskilda norskan og íslenskan. Og svo er aðeins furðulegra að hugsa tenginguna í gegnum keltneskuna, þar sem að víkingar voru mikið á ferðalagi Bretland og Skotland og Írland, þar sem að enska orðið Dublin, eða rauninni keltneska orðið Dublin, var ritað og borið fram innan íslenskars siðs og með íslensku stafakerfi til þess að líkjast á keltneskunni frekar heldur en enskunni. Og svo Copenhagen. Það þykir mér aðeins skrítnara að orðið sem að endaði á að verða enska orðið fyrir, Copenhagen, fyrir borgina, að það sé tekið úr hollensku frekar heldur en ensku. Að það varð ekki til alvöru enskt heiti sem að festist af því að hollenska orðið náði að taka yfir.
en Copenhagen, Copen kaup, purchasing, og Hagen höfn, a harbor. Kaupmannahöfn þá höfn þeirra sem að eru kaupmenn og stunda kaup. Enska heitið gæti þá verið eins og Merchants Harbor, en það að sjálfsögðu 2 orð, þannig að ég skil að það hefur kannski verið erfitt að ná að búa til gott enskt orð fyrir borgina. Þetta hlýtur þá að þýða eitthvað það að Hollendingar hafa verið að stunda viðskipti það mikið í Danmörku að þeirra heiti fyrir borgina náði að festast í sessi í enskunni. Að Austur-Indíafélagið hafi verið að sigla jafn mikið inn til Kaupmannahafnar og þau hafa greinilega gert ef að þetta heiti náði að verða það sem að allir í enskumælandi heiminum kalla þessa borg. En svo til þetta borgarheiti sem að mér hefur alltaf þótt skrítið og sem hlýtur að þýða að Íslendingar eða allavega víkingar hafa verið að heimsækja þennan stað jafn mikið og þeir hafa gert, miðað við að það sé til svona sérstakt og sértækt specific orð fyrir borgina á íslensku. Þetta Kænugarður sem að heitir Kiev á ensku, höfuðborg Úkraínu. Það sem að lét mig halda innilega að þetta væri víkingaaldar-borg og eitthvað sem að skipti víkingamáli í gamla daga að þessi 2 orð saman láta þennan stað, þessa borg, hljóma eins og virkilega mikilvægan hluta af víkingamenningunni, því að þetta sett saman af 2 orðum. Garður sama orð og garden, allavega bókstaflega. Í þessu samhengi gæti garður þýtt eins og plains, fields eða hreinlega bara svæðið í kringum borg og jafnvel borgin sjálf. Garður mjög líkt guard og garður hefur verið notað til þess að eiga við verndað afgirt svæði eins og til dæmis með stórum steinveggjum sem að hvernig borgir voru byggðar á fornöld. Það var einhvers konar virki eða kastali þar sem að aðalsmaður og borgarstjóri eða konungur bjó og svo bjuggu þegnar ríkisins og borgarinnar fyrir innan veggina þar sem að þeir voru öruggir gagnvart árásum. Þannig að já, garður getur alveg verið nafn fyrir borg. Kæna norrænt orð fyrir mjög ákveðna típu af víkingaskipum. Kæna orðið fyrir þau skip sem að við notuðum til að flytja vörur, til að vera í þungaflutningum milli landa. Flestir þeir sem að sigldu til Íslands og fluttu til Íslands frá Noregi fóru þangað á kænum. Þannig að þegar ég sé orðið Kænugarður í dag, þá hugsa ég að þessi staður hlýtur að hafa verið mikilvæg höfn og verið einhvers konar þungamiðja skipasmíða. Að þar hafi verið mikil verslun með skip og jafnvel að þarna hafi verið einhverjir
skipasmíða meistarar sem að enduðu á að sjá framleiðslu á skipum fyrir víkingana. Eða það hélt ég. Ef ég les hérna beint upp frá Wikipedia síðu Kænugarðs, þá stendur hérna svart á hvítu. Íslenska nafnið Kænugarður virðist á yfirborðinu samsett úr kæna, skip, og garður. Þetta er nákvæmlega það sem að ég hef hugsað, en ef ég held áfram að lesa, en það er aðlagað úr forn austurslavnesku orði, Kian Gorod, sem að er leitt af íbúa eða þjóðflokksheitinu Kiane og orðinu Gorod, sem þýðir borg. Þannig að þetta hefur ekkert með sjálfar kænurnar að gera. Þetta hefur verið einhvers konar hljóðritun á þessum þjóðflokki. Þannig að þetta er ekki þýðing, þetta er ekki nýheiti, þetta er yfirfærsla yfir á íslenskuna. Þeir sem að hafa skrifað þetta nafn í fornar bækur hafa ákveðið að kalla þetta garð frekar en borg, hreinlega út af orðinu gorod. Það hefur merkt borg, en garður hljómaði líkar því. Þannig að ég er búinn að þurfa að læra af þessu. Mér tókst að búa mér til falska merkingu orðs sem að ég hafði þóst hafa fulla stjórn á og vitnesku en ég náði ekki að komast að þessu fyrr en ég fór að kynna mér þetta í alvöru. Þannig að þið sem að eruð að læra íslensku núna ættuð endilega að kynna ykkur þetta og læra hvar gildrurnar liggja í málinu, þannig að þið farið ekki á vitlausa leið. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.